for at være sikre på, at vi kan tage imod tilbuddet. Vi har forberedt os på at skal ned i første division. Handlar om en längtan som knappt... Ferðin hafin. Við erum komin yfir brúna og yfir til Malmö. Ferðin heitið, ja, eftir þessu tæki hérna. Við lentum á Kastrup-flugvelli í Bítið og keyrðum þaðan eins og leið lá til Elmia, sem staðsett 20 km sunnan af Jönköping. Komin inn á bílastæðið fyrsta daginn klukkan 11, miðvikudagur, og það svolítið krátið af bílum hérna. Við ætlum að gera okkar besta við að finna bílinn aftur og eftir, en það verður þrautin þyngri, en nú það sýningin. Hugmyndin á bakvið Elmia Wood að sameina virka aðallega í skógrækt allan heim. Þarna eru komnir saman stærstu og þekktustu fagaðalarnir í skógrækt, smákaupmenn, náttúrusamtök og háskólar svo eitthvað sé nefnt. Megin hugmyndin í hnotskurn sú að þátttakendur upplifi nútíma skógrækt eins og hún gerist best, ásamt því að sýna sig og sjá aðra sem vinna í faginu vítt og breyttum hugmynd. Elmia Wood haldin á 4 ára fresti. En þess á milli sýningar nefnist Goes Elmia, en hún minni og snýrnar eingöngu að Skandinavíu. Elmia Wood stendur venjulega yfir í einungis 4 daga, frá miðvikudegi fram á laugardag, og var þessi sýning 2013 engin undantekning. Sýningarsvæðið sjálft var feiknar stórt, eða 200 hektarar, en það rúmaði það alla 1000 sýningabásana ásamt rúmlega 50.000 gestum. Skipulagið inn á svæðinu var með eindæmum gott, þrátt fyrir gríðarlegt umfang. Kjörorð sýningarinnar voru aðgengi, gæði og öryggi. Á ágætum göngurhraða var hægt að komast yfir allt svæðið á einum degi og þannig hægt að sigta út það áhugaverðasta sem bara skoða dagana á eftir. Svo ótal margt mátti sjá á Elmia að ég leyfi mér að fullyrða að ómögulegt að koma því öllu til skila svo vel megi vera. Hér á eftir verður farið lauslega yfir nokkur atriði af sýningunni. Fyrst verður farið yfir skógarhugstæki, frá litlum græjum upp í risastól. Síðan verður farið í úrvinnslutæki og í lokinu verður farið víðan völl. Meðal þess sem mátti sjá af tækjum af minni gerðinni voru útdráttarspil sem gengur fyrir bensínu og hægt að festa á tré. Sérhannaðir útdráttarhólkur utan timbrið var notað til að auðvelda útdráttinn og til að vernda skógarbotninn. Hjá umboðsaðilum keðjusagana var margt áhugavert að sjá og voru starfsmennirnir í básunum mjög fúsir til að segja manni frá ýmsum nýjungum. And here you have Oregon Power Sharp. Very good. You can sharp your chains in 3 seconds. 3, 2, 1, go! Och så går sågarna! Á stóra sviðinu hjá Stíl gekk mikið á. Meira og minna alla dagana var eitthvað að vera og hefði alveg verið hægt að verja meiri tíma þar. Och Svaning matar på, titta på Svaning! Svaning gör en kanontid! 16:88! Það mætti halda að allir fjórhjólaframleiðendur heimsins væru þarna saman komnir því nóg var af fjórhjólum. Ýmis nytsamlegur aukabúnaður var til sýnis, bæði frá stærri framleiðendum en einnig frá 1000 tjalasmiðum héðan og þaðan. Þessar græjur virtust allar nytsamlegar til síns brúks. Alistor var með fínustu græjur til sýnis og var gaman að sjá hvernig græjurnar liðust hæðótt landið með vagninn fullan af timbri.
Svo voru ýmsar gerðir af minniháttar fellihúsum sem nýta mátti fyrir mínigröfur eða hreinlega aftan á dráttarvél. Á ýmsu gekk allt svæðið. Allstað var verið að keppa í einhverju. Skógarhöggi með keðjusögum, skógarhöggsvélum eða hreinlega ligguðu naglaklifum. Þarna verið að keppa í lagni á útkersluvagni. 4:23, it's also a good time. The team has already made 3 blocks. I så fall så kommer han att kunna... det funkar bra! Och då kan han gasa vidare till nästa. Sergej får chansa lite granna. Because Timo will get in inside, so he has to finish. Det är alltså 7:26 som Sergej ska slå. Här kommer då tiden för Nieminen. Stærstu básarnir hafa líka til verið hjá stóru skógarhöggsframleiðendunum eins og John Deere, Komatsu, Ecolog og Ponsi. Ponsi sportar ekki leiðast skóginn eins og ballettdansmær. Það er hreint ótrúlega magnað hvað þessi stóra græja er fim en kröftug á sama tíma. Hytten gör ju att sikten är ju helt fantastisk i maskin. Det är ju hur han har valet ut i skogen som ett exempel. These powerful machines can be equipped with 2 different kinds of solution for the soft ground. Very powerful. So by pressing a button, this is like 8-wheel normal forwarder. timmar eller 2 år. Och det har jag gjort flera gånger. Här kommer alltså hemdämpningen ut och fint. Där står vår bildomstånd samt en efterljus aggregator med horisontal. Och här har vi också silver. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make it mine. You won't remember, I'll be the one. You won't forget it. Úrvinnsluvélar voru á ýmsum gerðum og mikið framboð. Áberandi var hvað gerð arinviða vó mikið í minnitækjunum. Einungis fundu við eina stauravél.
Á stóru græjunum var kurlun afgerandi þáttur. Greinilegt að markaðurinn aðalegi í kurlun en ekki eins mikið í fletti við því. Og vissulega hafi flettisægi verið til sýnis líka. Hellingur af öðru var til sýnis. Jarðvinnsluvélar af öllum gerðum, varahlutir, skilti, smáhýsi, ýmis tæknibúnaður og svo mætti lengi telja. And so on, so you can mix multi-usage. Yes, in the industry, check pipelines, different kind of. If we use heat camera, it's ultimate. You won't forget. Rotröta, det är ju det handlar om. Och rotröta orsakas av svamp som heter rotticka. Och den sprider sig med hjälp av sporer i luften. Så sådana sporer som far omkring. Lite väl två killar som jobbar bara på det butik. Ska för mycket eller? Nej, det är då. Men vad bearbetar man? And it was 2.7 meters. In Sweden we say skål. Micke, skål. Tyvärr, vi har inte. Ja, men vi tar den där uppe. If you don't like loggers, try to whip your ass with plastic.